Hæ, Guðrún Bergmann hér. Ég er mætt með nýjan viðmælanda í dag. Ég veit ekki hvort að þú hefur verið að fylgjast með öllum þáttunum hjá mér en ég ræddi fyrir ekki svo löngu síðan við hann Jörund Guðmundsson vegna þess að faðir hans, Guðmundur Jörundsson, kom í gegn með skilaboð og í framhaldi af því þá fór að stað smá svona, við getum kallað það herferð á Akureyri varðandi staðsetninguna á styttu sem Guðmundur heitinn gaf til og kona hans gaf til Akureyrarbæjar en á síðasta föstudag að þá var bænastund við þessa styttu og þá komu ýmis skilaboð í gegn og til að fjalla þau við mig er mætt sem gestur hjá mér, hún Marta Rut Sigurðardóttir, en hún er elsta barnabarn Guðmundar og Mörtu heitinnar. Sæl og velkomin, Marta. Sæl Guðrún, takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Já, ég held eftir samtal okkar hvað gerðist hjá þér og þú varst meira að segja fjarstödd en næstödd við þessa bænastund að þá fannst mér eiginlega nauðsynlegt að láta koma fram þær upplýsingar sem þar komu fram því að það virðist vera að afaðinu sé mjög í mun að við vitum hvað hann vill. Já, greinilega. Já, þá er sér ekki hérna með okkur lengur. En hvað gerðist við þessa bænastund? Það sem ég upplifði hérna ein heima, það var að það safnist þarna fullt af verum og hann var búinn að hópa allir fjölskyldunni þarna saman við styttuna til þess að gefa okkur heilun. Það er ekkert annað. Og inn í þessari heilun, og það var þarna viðburður sem ég sé að dóttir hans, hún María Guðmundsdóttir, hún kemur bara alveg hérna upp í andlitið á mér. Og hérna, svo eftir fundinn, ég ætla bara að byrja að segja frá því, þá hérna opnaði ég Facebook og þá sé hún að hafa verið að setja hérna kerti á leiði hjá pappa og hann átti afmæli þennan dag, 13. Já, já. Og ég hef samband við hana og spyr hana hvenær setti þú þetta kerti á leiði og það var akkurat þegar bænastundin var. Þetta er ótrúlegt. Þetta er alveg ótrúlegt, sko. Já, en sýnir í rauninni, sko, þegar við opnum okkur fyrir innsæðisvitundinni. Já. Við getum numið mikið. Já. Þótt við séum ekki, nú var sko, þeir sem ekki þekkja þig vita ekki hvar þú býrð, en þú býrð á Breiðdalsvík. Já. Þannig að þú ert sko svo langt í burtu frá Akureyri og samt ertu að sjá þetta allt saman. Já, og þarna er ég greinilega sterkari með fjarheilun og með fjarskynjun. Því ef ég hefði verið á staðnum þá hefði ýmislegt utanaðkomandi farið að trufla það sem ég tók inn. Þannig ég átti að vera hér. Já. Algjörlega. Já, greinilega. En svo við höldum áfram með það sem ég sé þarna, að þá sé ég sem sagt að hérna hann er sem sagt að gefa okkur öllum heilun og það eru alls konar verur þarna með honum og fólk sem er farið, sem er með honum þarna og þar á meðal Einar og Einarstöðum. Já, já, en þeir voru náttúrulega nánir því að samkvæmt bókinni, Sýnir og sálfarir sem að skrifaði, að þá er það hann sem að fer að Einarstöðum til að biðja Einar að taka að sér þetta heilunar verk sem hann varð svo þekktur fyrir. Já, og svo við höldum áfram með þetta, þá hérna, sýnir hann mér það hvernig sko styttan, hún á bara að vera þarna sem hún er, vegna þess að hún er að senda ákveðna tíðni út. Það búið í gegnum árin að hlaðast upp einhver orka þarna sem greinilega á að dreifast út og ég heyri bara í fyrsta skipti heyri hann tala. Og hann segir við mig, þú manst nú líklega eftir þegar þú varst lítil, þegar ég fór alltaf afsíðis þegar ég var að biðja. Já, segir að hann vill að þessi staður verði meira svona, þannig að fólk geti dreigið sér hlé. Já. En hann vill að það sé tekið til hann aðeins. Já, það er eðlilegt því að það er búið að setja upp eitthvað svona frisbee golfdisk þarna.
eða svona Mm. mark, þannig bara rétt við hliðin og það náttúrulega er ekki ró og friður í Nei, það, já. nei, Þannig að minnst þetta mjög merkilegt út af því að honum er greinilega mjög annt að við hlustum á skilaboð frá honum, já, þar sem hann leggur tölvöld mikið á sig til þess að koma þeim á framfæri, já, og það sem að mér finnst merkilegt í sambandi við þetta sko er að hann og Einar já, þeirra mæta þarna en síðan að hann fór að hafa samband við mig að þá kemur Einar alltaf með honum. já, hann er bara, ég sé þá alltaf saman. Já, og það er eins og þeir séu sko, nú þekkti ég Einar ekki neitt, Nei, ekki heldur. já, man ekki eftir eins og hafa séð hann persónlega en sko, en ég upplifa aðeins í svona eins og stjórnunarhlutverki þannig. Það geti alveg verið, hann var svoleiðis í lifanda lífi, hann svona, fólk fylgdi honum. Já, já, Já. þannig það er Á svona góðan hátt, það var mjög mikil hlýja frá honum, já, mjög mikil, já. já. Það er hvernig leggur þú skilning í það sem hann er þessa nærveru hans hjá þér? Sko, það sem ég skynja er að hann vill vinna í gegnum mig með heilunum, já. Frábært. Og hann er alltaf að ýta í mig, ég er búin að vera svolítið að draga mig í hlé og bara viða mér upplýsingum og þekkingu og en hann er alltaf, það er alltaf að koma einhver og þar á með þú að ýta við því að fara að vinna með þetta. Já, Vera, það var náttúrulega mjög merkilegt þegar við vorum saman á Kanaríeyjum snemma á þessu ári já, að þú ert að dáleiða mig, þá mætir hann og ég byrja að miðla upplýsingum frá honum til þín. þetta var svo frábær stund sem við áttum hana, ég er svo þakklátt fyrir hana Já, og það fylgdi svo mikið ljós og heilun þarna. mjög mikil. Það var stórkostlegt, alveg stórkostlegt. En hann er að ýta í okkur báðar. Já, greinilega. Sko. Ég hef síðan hann sko, kom til mín að þá hef ég í rauninni alltaf þegar ég er að senda heilun, Já, þá í rauninni ég þarf ekki að kalla eftir honum, hann bara er mættur, já, beinar með honum og það var svolítið merkilegt að ég er nýbúin að vera í Bandaríkjunum í heimsókn hjá sínum mínum og þar ætlaði ég meðal annars að heimsækja vinkonu mína til margra ára sem býr í Austin í Texas og mér gekk illa að ná sambandi við hana þangað til ég fæ allt í einu bara tölvupost frá henni sem segir ég datt, ég braut eða sprengdi hryggjarlið og ég er í bara endurhæfingu og ég hef samband við hana og hún bara segir ég er svo kvalinn að ég get varla mig hreyft og bara bundið mig rúmið og svo ég segi ég skal biðja fyrir þér sem bara þú veist það sem ég geri þegar fólk er veikt og næsta dag síðdegis þá kem ég heimsókn til hennar þá var hún búin að fara fram og ganga ein og ástutt eftir ganginum. Vá! Þannig og var miklu verkja minni. Svo ég held að þeir félagar hafi eitthvað stutt við það ferli, sko. Alveg örugglega, sko. En þú ert búin að vera að vinna sem heilari og nuttari í svolítið tíma. Já, ég læri nutt 81 held ég að verið. Já. Og þá byrja allt að snúast við hjá mér. En hægt rólega, já, ég náttúrulega á svo 3 drengi eftir ég útskrifaðist og það náttúrulega tók upp svolítið mikið. Þeir gera það strákarnir. Já, 2 fyrir, þannig að þetta var 4 á heimilinu. En svo er það náttúrulega þegar við flytjum til Noregs að þá gerist eitthvað. Þá byrjar þetta á fullu og er búið að vera viðlogandi alveg síðan. Og það stanslust, ég er ennþá að gera alls konar uppgötvanir og Já, það er náttúrulega þetta ásalega í svo öll að við erum í ferli. Já.
og það mjög mikið að opnast fyrir hluti hjá okkur. Mér dettur í hug þegar þú situr og ég að horfa á þig, ertu með spilin við hliðina þér? Já, já, þau eru aldrei neitt langt frá mér, sko. Að því að þú hefur verið að lesa fyrir fólk meðal Já, annars á heimsljósmessunni, já. ekki rétt að þú stokkir aðeins og lesir smá fyrir mig? Jú, ég get pröfað það. Er það ekki? Já. Viltu spyrja að einhverju ákveðnu eða Nei, bara? í rauninni ekki, sko. Bara svona hvað þú sérð að sé svona næst í framtíðinni hjá mér. Já, Að en þú ég tek það fram að þetta sko, ég er ennþá að þróa þetta líka. Ég er bara svona á byrjunarstigi með þetta. En mér finnst nú í hvers skipti sem þú hefur lesið fyrir mig, að því Já, þú hefur gert það nokkur sinnum, að þá finnst mér nú koma ansi réttar og góðar upplýsingar í gegn svo að kannski ertu, að því að hvatningin frá afaðinu þegar við vorum já, saman úti í febrúar eða byrju mars á þessu ári, hún já, var svo að þú ættir að fara að nota hæfileika þína betur. já, einmitt, svo kemur alltaf einhver efi inn. Já, þannig að það greinlega þú þarft að fara að treysta þeim betur. Já, akkurat. Þannig að, já, við pröfum þetta bara. Er það ekki? Já, nú get ég ekkert sýnt, ég get ekki snúið, kann það ekki. Nei, Þannig það að er sjá allt í lagi, skilin. sko. Þú getur, ef þú vilt lifta einu og einu spil upp eða eitthvað þess að því ég veit þú leggur mörg spil niður í einu, en Já, þú segir mér bara hvað þú ert að sjá. já, sko, þú ert að nota það sem þú hefur lært og já, komist það í gegnum tíðina. Já, Þú ert að nota það núna, það er eitthvað svona eldmóður í þér að gera einhverja breytingar. já, það er alveg rétt. Það sem hefur hindrað þig, að það er eitthvað sem er bara í huganum á þér. Og Eins það og er vanalega. ekki að þú áhyggjur af því. Það leysist einhvern veginn. Já, Og mér finnst eins og að þú ert að vega og meta ljósið og myrkrið. Þú ert að skoða andstæðurnar. Þú ert að horfa á myrkrið til þess að geta farið í ljósið. Þú ert búin að vera að gera það. já, Og niðurstaðan úr því er bara, hvað sé okkur öllum til góðs. Þú ert náttúrulega með þennan miðil og getur komið þínu á framfæri og ert að gera, og ert að hjálpa mörgu fólki. En það kemur eitthvað óvænt út úr þessu öllu saman. Eitthvað sem þú ert, verður mjög hissa yfir. spennandi. Já, Ég vakna á hverju morgni og ákveð hvaða tilfinningu ég ætla að hafa fyrir daginn. já, Og í dag var það gleði og þakklæti, já, en vakna líka oft og það er eftirvænting að ég hlakka til dagsins. já, Það er svolítið merkilegt að þú skuli tala þetta með sólin, en með ljósi og myrkrið. já, Þess að ég er búin að vera á námskeiði og læra meira dvergplánetuna Varda, já, og hún sko stjarna á himnum og hún að sýna okkur ljósið og í rauninni að útrýma myrkrinu, en við sjáum hana bara þegar það er myrkur. já, einmitt. Þannig að sko, og þess að því við búum svo norðarlega, að þá til dæmis náttúrulega skiptist árið hjá okkur í Já. ljós og myrkur. Já, Þannig að við þurfum að hafa smá myrkur til að við sjáum ljósið, já, og samt þarf ljósið að læra að útrýma myrkrinu. akkurat. Þannig að þetta er mjög að vinna saman, og þetta er akkurat þess að ég er búin að vera að vinna með, og það sem að ég er að setja upp núna sko nýtt námskeið, þar sem ég er búin að vera með þessa stjörnuskynshópa áður, og ég er að setja upp nýtt stjörnuskinsnámskeið, þar sem ég mitt fer inn á og kenni þeim sem á námskeiðinu eru ákveðna dvergplánetur, hvaða áhrif er að koma frá þeim, hvaða áhrif er að hafa okkur núna í þessu stóru umbreytingaferli sem við erum að fara í gegnum, að því að 2025 á eftir að verða
mjög magnað og öflugt ár og þetta sem þú segir, þetta óvænta, Mm. það getur verið einhver ytri atburður en það er svo margt framundan sem að við gerum okkur ekki grein fyrir, sko. Já, ég held að við áttum okkur ekki á þetta er svo stórt sem að gerast. Við erum ekkert búin að átta okkur á því. Nei, ég var einmitt að hlusta á deilun frá henni, Blossom Goodchild Já, og þar kemur fram sko að við eigum öll eftir að vera hissa. ég held það nefnilega. Og Ég alveg veit sama. fleiri, Já, já, ég ætla ekki að tala hún í því, en ég held að við eigum öll eftir að verða mjög hissa og það hef heyrt fleiri tala um þetta einmitt. já, þegar það er svona birti fyrir okkur. En segð mér, Já, hvernig er orkan fyrir austan? hún er nánast það er hægt að taka á henni sko, hún er svo þétt og mikil að það er oft sem að ég bara lít út um eldhúsgluggann og hugsa, vá, nú er eitthvað að fara að gerast. Já, En hún styður svo við þessa vinnu sem ég er að gera. já, Orkan hérna í Bretanum. já, Og ég vil meina að það sé allir kristallarnir sem eru í jörðinni. já. Meinar þá bara steinarnir sem eru til staðar í jörðinni? Já, í jörðinni og það sem við erum að ganga á þess að vita af því. Já. Og það er náttúrulega sko steinasafnið hennar Petru er þarna stutt frá. Já, hún stöða fyrir því. Hún var náttúrulega duglega að ná upp alls konar steinum eða finna Já, hún kom oft hérna í Breitalín, sko. Já, er það? Já. Já. Þannig að það eru kristalmyndanir og kristalsteinar þarna á þessu svæði. Já, út um allt. Já. Við gerðum seremóníu á stað sem þú bentir okkur Já. Í sumar þegar ég var með erlendan hóp hérna á landinu. Það var mjög öflugur staður. Já, hann er það og býður upp á mikla möguleika. Já. Það voru allir svona uppfullir af nýrri orku og nýjum skilningi þegar við gengum með hann í burtu. Já, ég var rosalega spælt yfir að geta ekki verið með ykkur. Já, það er náttúrulega eins og er með ýmislegt, en þú varst leiðbeinandi og þú útvegar okkur konu sem þekkti staðinn til þess að fara með okkur á hann. Þannig að Já, það er bara átt að vera svoleiðis. Það er alltaf þannig. Er hópar af andlega svona þenkjandi fólki sem er að starfa þannig í kringu þig eða ekki kannski hópar, bara einstaklingar og haldið þið svolítið saman? Nei, það er ekkert svoleiðis. Það er bara hún sem ég hjálpaði þér að kynnast þarna. Eða þú þekktir hann náttúrulega, hann Sólveigu Friðriksdóttir. Já. Það er hún sem aðalega ég leita til hérna. Já, þannig þið hafið samtengingu við Já. Skiptir miklu máli. Hvað sérðu fyrir að þú getur gert í sambandi við þessi öfl sem er að koma að vinna með þér að handan? Það er einhvern veginn ekki alveg komið til mín ennþá. Nei. En ég finn það einhvern veginn á mér að það á eftir að verða meira. Já. Og ég held að þegar rétti tíminn er að þá verður mér leiðbent til þess. Já. En þú ert með fullt af heilunar aðferðum sem þú hefur lært. Já, og þær eru svolítið svona að taka á sig svolítið persónlega mynd. Já. Og ég er nú ekkert með, það er ekkert margir sem koma en það hef ég ekkert verið að auglýsa. Nei. En þeir sem koma, það gerist oft eitthvað í heilunni sjálfri sem að kemur mér á óvart. Þannig það er ekki bara að koma mér á óvart á næstunni. Nei. Það er bara blandast þessi meðferð sem ég lærði yfir í annað. Ég skil. Já, eins og til dæmis bara þegar ég er að gefa eða er að dáleiða til fyrirlifa og manneskjan vill kannski ekki sjá það sem hún þarf að sjá. Já. Að þá læt ég englareiki taka yfir. Já, þannig að það bara skiptir yfir í það, já. Já, þá sjá bara englarnir að hreinsa það sem þarf að hreinsa. Já.
Og viðkomandi þarf ekkert að vita hvað það var endilega. Nei. En það er svolítið merkilega sko að því þú talar um englareiki, að því Já, það ég kynntist í fyrra já, að konu frá Bretlandi sem mm, vinnur með englareiki og hún vinnur það mjög mikið í fjarheilun. Hún já, reyndar í Bretlandi hafa þeir skilning á hversu mikilvægt þetta er, þannig hún vinnur með geðfötluðu fólki já, og er að vinna heilun fyrir það á stofnun í Bretlandi. En mm, eftir að hún var komin heim þá tengdum við okkur í gegnum netið. já, Hún sendi mér orku og heilun sem var mjög mögnuð, mm, skilaði mjög góðum árangri. Þannig já. að fjarheilun með þessu englareiki virðist vera mjög öflug. Já, og þar einhvern veginn virðist ég líka vera sterkust í fjarheilunni. Það er frábært. Já, Það er frábært. Þannig að má ég ekki setja fyrir neðan netfangið þitt ef fólk vil hafa samband við þig? jú, endilega, alveg Já. endilega. Þannig að það geti fengið það. Sýndu mér 1 eða 2 spil af þessum sem voru í stokknum hjá þér. Ertu búin að taka hann saman? Já, ég er nú reynd búin að því, sko. Svo snögg. Já. Þetta er fortíðin, Já, styrkur. styrkurinn og það sem þú er búin að viða að þér. Já. Svo kom þessi hérna, þetta er þú núna. Ok, nú sé ég ekki alveg spilið. Já, já. Þannig að þú sérð alveg hvað þú ert að gera. Það er einhverju svona Já, einmitt. þannig áfram. En það er náttúrulega hesturinn er líka táknrænt fyrir kraft og orku. Já, akkurat. Og svo svona eitthvað hvítan her. Já, já. Já. Þannig það er mjög styrkjandi og mjög öflugt. Mér finnst bara svo merkilegt þessi skilaboð og það Já. að fara að hræra eitthvað í því að láta flytja styttuna. Já. En talaði hann ekki eitthvað um vanhelgun ef hún væri... Jú, það var meira svona mín tilfinning, ég sá fyrir mér að hún hefði flutt eitthvað hinum einn, að hún væri svona í almannafæri, Já. að það var hætta á því að einhverju sko, já, ekki kannski virði þetta eins og kannski skilji ekki hvað þetta er. Nei, einmitt. Þannig að hún er bara á fínum stað, með fínum við, held ég, Þórunnarstræti, er það ekki rétt? Já, jú. Já. Þannig að það er hægt að finna hana. Já. Ef að fólk leitar, hún er pínu hulin á bak við tré, en það er náttúrulega ekkert lauf á trjánum núna. Nei. Þannig að hún sést örugglega ofboðslega vel. Já. Svo ég segi bara, veistu hvað orðið narfi þýðir? Nei, það hefði nú verið nær að spyrja Jörund að því. Já, ég þarf eiginlega að gera það vegna þess að ég hugsa sko, það kom svo sterkt til mín í morgun. Já. Narfi og ég held að það sé eitthvað sem heitir Narfieyri í Hrísey. Það getur verið, já, það getur verið. Já, því að afiðin var þar alin upp og náttúrulega togarinn hans sé Narfi. Já, já. Og þannig að ég fór eitthvað að veltaði fyrir mér hvort þú vissi hver sko þýðingin á orðinu væri. Nei, ég hef aldrei spáðið þetta. Það er örugglega eitthvað þarna bakvið, sko. Já, af því það kom svo sterkt upp, sko. En hvað sem öðru líður, þá verð ég bara að segja að þessi samskipti við látin afaðinn hafa haft mjög mikil áhrif á þessu ári. Ekkert smáræði. Og þannig að ég bara í rauninni ofboðslega þakklát fyrir að þau samskipti og það sem hefur leitt af sér og kannski fyrst og fremst að það hefur leitt af sér að umfjöllun styttuna, endarvætt Eyjafjarðar, hörpubænirnar, hefur aftur komið upp á yfirborðið svo kannski horfir ekki bara á þetta sem bara eitthvað listaverk, heldur mikilvægt listaverk. Já, algjörlega. Og þangað sem hægt að leita til að biðja innri styrk og biðja fyrir öðrum.
Ég held að sko tími styttunnar sé núna Það er alveg pottþétt, já, og hann greinilega ætlar að nota hana sem verkfæri. já. Já, Það er bara æðislegt. Með já, það vil ég bara segja takk æðislega fyrir að koma og segja mér frá og deila þessari reynslu sem ég tel mjög mikilvæga, bæði fyrir okkur tvær sem höfum verið í já, samskiptum við látin afaðinn og eins bara fyrir aðra, já. sérstaklega út af tilurð styttunar. Já, takk fyrir Guðrún mín að bjóða mér í þetta. Þetta var voðalega gaman. Takk Er fyrir. það ekki? Já, Já, það er einnig að fá þig, svo bara takk æðislega fyrir. já.